Heimsmarkmið 9. Nýsköpun og uppbygging innviða. Það mjög mikilvægt að við förum ekki á mis við framtíðar tækifæri. Þess vegna þurfum við að huga því að prófa hluti, testa búnað og það ástæðan fyrir því að við í Snjallborginni höfum sett upp 3 tilraunasvæði innan Reykjavíkurborgar, Klambratúni, Miðbænum og stefnum á að setja líka upp í Vísindagörðum í Grósku. Ef við hugum að framtíðinni, sjálfkeyrandi bílar, 5G, hvað þurfum við í grunninnviðum? Það ástæða þess að við höfum sett upp ljósleiðara í ljósastaura á þessum tilraunasvæðum svo við getum farið að testa í framtíðinni og ekki farið á mis við framtíðar tækifæri. Heimsmarkmið 11. Sjálfbærar borgir og samfélag. Í dag erum við í Snjallborginni í samstarfi við umhverfis- og skipulagssvið og Nordic Smart Cities Network að prófa okkur áfram með sorpskynjunarlausnir í borgarlandinu. Á hverju? Setjum upp mynd. Í dag eru sorphirðumenn að tékka á hverju einustu sorptunni innan borgarinnar til þess að sjá hvort það sé að fyllast. Með sorpskynjunarlausn fáum við skilaboð rafrænt hvenær hún fyllist. Það mjög mikilvægt að við deilum þessari þekkingu á milli borga og fáum reynslu og þekkingu líka erlendis frá til þess að átta okkur á því hvaða lausnir henta í því landslagi sem við búum við. Auk þess erum við líka að skoða í samstarfi við frumkvöðla sem kom í gegnum borgarhackið hjá okkur, hackathonið, þar sem fullt af fólki allstaðar að með alls konar bakgrunn kemur og prófar sína lausnir í samstarfi við borgina og sjá hvort það hendi í því landslagi sem við búum við. Þar erum við að vinna með frumkvöðlum sem að fókusa á gögn. Gögn til dæmis veðurfar, flæði á fólki, viðburði, sem geta sagt okkur og gefa okkur ákveðið forspár gildi stöðu sorps. Heimsmarkmið 17. Samvinna markmiðin. Mjög mikilvægt að við brúum sílóin og nýtum smæð landsins sem styrkleika. Stuttuboðleiðinar. Ekki einungis á fundum, á ráðstefnum og svo framvegis, heldur á hverjum degi. Hvað þurfum við að gera til þess að við getum nýtt þannig samstarf á betri máta? Við þurfum að staðsetja okkur nær hvort öðru, þar sem við erum í tengingu við frumkvöðla, rannsakandina og háskólasamfélagið. Þar sem við opnum upp á gátt, ekki bara fyrir gögn borgarinnar, heldur einnig áskoranir, tökum þær saman og viðurkennum hvar við stöndum í dag. Það fullt af ungum frumkvöðlum og aktivistum úti sem eru tilbúin til að vinna með okkur og við þurfum að skapa umhverfi fyrir það til að leysa verkefni með okkur.